Sushi, alltaf ferskt. Netto. Komið sæl og velkomin í sjónvarp Víkur frétta. Við fögnum sumarkomu með skemmtilegum þætti og bjóðum upp á menningu, tónlist og umhverfisvernd. Við fórum á tónleika til heiðurs Rúnari Júlíussyni sem hefði orðið 70 ára 13. apríl síðastliðinn og það var fjör í Stapa. Við hittum fyrir 85 ára gamlan söngfugl en hann var að gefa út sinn fyrsta geisladisk. Þá var maður að hringja og biðja frúna að láta renna í baðið, svo maður geti sungið þar. Já, og við heimsækjum líka Tómas Knútsson, herforingja í Bláa hernum en hann hefur sinnt umhverfisvernd í 20 ár. Einn daginn þá bara hugsaði ég með mér, nei, nú gengur þetta ekki lengur, ég verð að berjast fyrir þessu. En við byrjum þáttinn á list án landamæra. Hver er aðkoma ykkar að list án landamæra? Við erum að leikstýra hérna fólki í frumleikhúsinu og við erum að setja hér upp sýningu með þeim sem heitir Árshátíð í ævintýraskógi sem er sérstaklega samin á okkur Höllu. Við fengum reynda að lána nokkur lög frá hinum og þessum, þú fer ekkert með það lengra samt. En hérna þetta er sem sagt samstarfsverkefni Leikfélags Keflavíkur, Gargandi snilldar og list án landamæra og að því koma bæði ófatlaðir og fatlaðir, þeir sem vilja og hafa áhuga á að koma og leika í sýningu og sviði. Þannig komum við hallakarinn að þessu verkefni sem leikstjórar. Hvernig er að taka þátt í svona verkefni? Það er alveg gríðarlega krefjandi en leið alveg afskaplega gefandi. Við höfum aldrei tekið á okkur svona verkefni áður. Það er að segja að vinna með fötluðum og ófötluðum og það er bara gríðarlega krefjandi en við erum búin að skemmta okkur líka ótrúlega vel. Er þetta ekki bara gefandi fyrir alla sem að þessu koma? Jú, það er nákvæmlega málið. Þetta er nefnilega gefandi fyrir alla sem að þessu koma. Bæði fyrir okkur sem leikstjóra, leikstýrur, fyrir ófatlaða sem taka þátt og svo þessa fötluðu sem taka þátt. Þetta er svo ótrúlega gefandi fyrir okkur öll. Það er bara eiginlega ekki hægt að lýsa hvað þetta er búið að vera skemmtilegu tími og hvað margir hlutir eru að koma okkur óvart í þessu. Hvað er þetta búið að vera langt æfingaferli? Við erum búin að vera síðan í febrúar held ég, eða ekki? Þá byrjuðum við. Við fórum mjög hægt af stað. Æfðum bara svona hægt og rólega af stað en svo erum við búin að vera núna á hverjum degi undanfarnar vikur. Hvernig sýning er þetta? Mikið gleði? Bara gleði, tóm gleði. Jú, þetta er ósvöldlega það er mikið söngur. Það er ekki langur texti af því það er bæði á fólk auðvelt með að læra texta í þessum hópi. Gleði og gaman og þetta er ekki með klukkutíma sýning, tæplega klukkutíma sýning og við ætlum að sýna helgina. Hvernig verða sýningar? Við erum með sýningu á laugardaginn og þá er setningarathöfnin líka, hún hefst hérna kl. 1:30 og svo sýning kl. 2 og svo erum við með á sunnudeginum kl. 2 og kl. 4. Það er kannski alveg vegna þess að yfirleitt hafa bara verið 2 sýningar en nú erum við með í þátttöku. Við erum með 33 einstaklinga á sviðinu hér í frumleikhúsinu. Það er bara alveg fullt svið. Það er fullt svið og plús okkur þannig að það er troðfullt svið. En bara gaman, ótrúlega gaman. Við hvet fólk til að koma og fylgjast með okkur. Frítt inn fyrir alla á meðan að húsum leyfir og ég held að það hafi allir gott og gaman og gagn af að koma og sjá þessi sýningu.
Tómas Knútsson hefur sinnt umhverfisvernd í 20 ár og stofnaði Bláa herinn til þess að sinna þessu magnaða áhugamáli sínu. Hann hefur tínt upp 1200 tonn á þessum tíma og farið með þetta rusl til förgunar eða í endurvinnslu. Tómas, lífskúnster okkar söðunni sem hana, þú ert búin að koma víða við, en svona eitt af þínum stærstu málum er hreinsun svona strandlengjunar og svona þess lífríkis sem að þú kemst yfir. Hvað fékk þig til þess að fara út í þetta verkefni á sínum tíma? Sko, þetta Bláa hers ævintýri, þetta var náttúrulega búið að blunda í mér töluvert, vegna þess að ég er nú búin að kafa lengi áður en að ég virkilega fór að velta þessu fyrir mér að fara að þrífa rusl. Ég held fyrst og fremst að því ég var nú búin að sjá alla dýrðina sem er til neðan sjávar og síðan alla þennan sóðaskap. Einn daginn þá bara hugsaði ég með mér, nei, nú gengur þetta ekki lengur, ég verð að berjast fyrir þessu. Þannig að það var í rauninni köfunin sem að ýtti við þér. Já, við vorum búin að vera að kafa alltaf út í garði, það var svo æðislegt að kafa þar, allt þetta líf sem kemur þetta með golfstraumnumar og þetta er sko, hafið er móðurlíf jarðar og þegar var búið að vera bakkanir á bryggju og sturta drasli þannig að það nánast fór á okkur bara, við vorum alltaf að kafa þarna. Þá hugsaði mér, nei, þetta gengur ekki lengur, ég verð að berjast vegna þess að það er ekkert eðlilegt við þetta. Og þannig byrjaði þetta, við héldum hann að blaðamannafund á bryggjunni og sýndum bara frá viðbjóðunum sem var á botninum og það var samdóma álit allara að þetta gat enga veginn talist eðlilegt og eftir það þá fór þetta virkilega að snúast í þessa átt. En hvaða rusl ertu að tala um? Hvaðan var þetta að koma? Sko, út í garði þá sturtuðu þeir bara öllu steini léttara sem að þeir þurftu að losa sig við. Bara út í sjó? Já, bara út, niður á bryggju og sturtuðu. Sko, við skulum ekki gleyma því að hér voru allir öskuhaugar, þeir voru þannig að menn sturtuðu þessu fram að klettunum og héldu að þetta væri þá horfið. Og það er nú ekki lengra síðan en það, Palli minn, að ég man alveg eftir því þegar var að vera að kveiki í ruslinu á stapunum og þú keyrðir í gegnum reykinn á Reykjanesbrautinni. Þannig að sko, við höfum lengi verið með þetta að vilja losa okkur við ruslu og höldum að sé farið þegar við erum búin að keyra í burtu. Þetta rusl sem að við erum búin að vera að sjá hérna í gegnum tíðina í Bláa hernum, þetta er náttúrulega bara fyrst og fremst að við kunnum bara ekki að endurvinna og hugsa sorpið okkar sem að fellur til. Við höfum ekki rétta lausnir á þessu öllu saman. Þetta er reyndar að skána ýmislegt hjá okkur, en það er ekkert eðlilegt að alla fjörurnar hérna séu fullar af plasti. Það bara gengur ekki upp. En hvaðan er þetta plast að koma? Er þetta frá fiskvinnslustöðunum, er þetta frá iðnaðarfyrirtækjum eða heimilum eða hvað? Sko, megnið af plastinu sem ég er að tína er nú tengt sjófærendum. Þetta kemur frá fiskiskipaflótunum, maður finnur alls konar svona dót sem er alveg beint borð, en veiðafæri náttúrulega, þetta slitnar aftur og allt í kring og það. En sorglegast eru allir olíubrúsarnir og svona, og ég er nú búin að vera að hvetja enn eitt til að setja upp einhvers konar endurvinnslukerfi hjá sér, vegna þess að það þarf enginn að segja mig það að þegar vélstjórinn er búin að hella úr einhverjum glussa dalli út á dekki, akkur getur hann ekki farið með hann aftur niður í vélarrúm, akkur fleira honum fyrir borð. Þetta finnst mér svo mikil vanvirðing hjá sjómannum. Nú svo er svo allar þessar matarumbúðir, ég er búin að finna alls konar drasl sem er tengt öðrum þjóðum eins og rússneskum og kínverskum sæfarendum, þannig að einhvern veginn komst þetta hingað. Ég trúiði nú ekki að það reki alla leið frá Rússlandi og Kína hingað, þannig að þetta er þá skipatrafíkin sem er hérna að fara fyrir nesi hjá okkur. Þetta getur ekki verið bara áhugamálið og hvernig sérðu núna nánustu framtíð í þessu? Sko, nú er Blái herinn búin að vera að djöflast í 20 ár og nú er búið að skipta gír. Nú verður það sem að verður hreinsað, það verður allt saman flokkað, því verður komið í endurvinnslu og á framhaldslíf. Og þannig ætla ég núna að taka öll þau verkefni sem ég tel að mér í framtíðinni. Þau verða bara þannig að það verður bara sóst eftir því að fá að hreinsa fjörur og taka hráefnið og breyta því í meiri virðisauka, vegna þess að
það ekkert eðlilegt að taka þetta og fara síðan að brenna þetta eða urða þetta. Það engin ávinningu fyrir náttúruna í því. Þannig að núna framvegis muna allar aðgerðir Bláa hersins snúast það að endurvinna hlutina eða gera úr þeim meiri virðisauka heldur en hann En aðal ávinningurinn náttúrulega að taka út úr fjörunum þannig að plasti sé ekki að brotna niður og sé í lífkeðjun okkar. Það sem best við þetta, það bara það. Ég að fá að gera það sem að mér virkilega langar til þess að ég geti skilað af mér með sóma að við kannski breytum rétt í framtíðinni. Auðvitað ofsalega gaman að vera hérna út í náttúrunni að dúlla sér og auðvitað gaman að vera búin að gera upp einhvern trukk og djöflast á honum niður í fjörum og bara gaman að fá að geta lifa draumana sína. Það fá það ekkert allir sko. Þótt þetta sé ömurlegur draumur innan gæsalappa að vera að tína rusl, þá það rosalega gefandi þegar að aðrir eru farnir að taka eftir því að þetta kannski ekki eins vitlaust eins og það lítur út að vera. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Lágkolvetna lífstíllinn Netto. Tómas Knútsson og vorum við stödd hérna í sjávarklasanum við Granda. Getur þú sagt okkur hvað í gangi hérna? Herru, hér í gangi sýning sem heitir 1200 tonn og það þau 1200 tonn sem að Blái herinn hefur þrifið á sínum 20 árum og þau komu til mín fyrir einhverjum 2-3 mánuðum síðan og spurðu hvort ég hefði áhuga að taka þátt í þessu á hönnunarmars vegna þess að þau sáu fyrir sér þetta hráefni sem að ég hef verið að taka úr náttúrunni. Það á sér kannski eitthvað betra og lengra líf annað en að vera urðað eða brennt og þannig kveiknaði þessi hugmynd og ég tók bara glaður við þessu að vilja fá að taka þátt í þessu og bara mjög stoltur að þau skildu virkilega gera þetta svona flott. Þetta virkilega smart hjá þeim sko. Þetta eru 4 hönnuðir sem að bjuggu til hönnunar afurðir úr því sem þú hefur tekið úr sjónum. Já, að megnunu til. Þetta allt saman sjávartengt dót. Það sem að ég með hérna, þau náttúrulega, ég búin að gefa þeim upp allt það efni sem ég hef týnt úr fjörunum og úr náttúrunni og þau hafa endurreiknað það út í ákveðin verðstöðul. Síðan eru þau bara með svona kúlur og tó og allt þetta sem ég að finna og aðrir
þau leituðu að þessu í einhverjum öðrum skúmaskotum og fjörum og gerðu þessa hluti úr því sem að þau hafa verið að tína til. En hráefnið allt tengt hafinu og sem sagt sjávarútveginum. Þetta allt orðið eitthvað sem hægt að nota og nýta. Það eru hérna ljósakrónur og það eru púðar og hitt á þetta sem greinilega hægt að búa til úr svona. Já, og mér finnst voðalega sniðugt líka þarna, þetta alltaf alveg frábæra vörur, en mér finnst æðislega flott þarna að hér á að setja upp matsölustað og það búið til sko diska eða sem sagt svona súpuskálar úr netakúlum, afsteipum, þannig að þetta úr keramiki núna. En þetta bara, það mjög frjór hugur þessara hönnuða hérna vegna þess að þau hafa náttúrulega þetta hráefni, þetta eru hundruðir vörutegundar sem það geta unnið úr sem hráefni og sem betur fer núna lengra líf hugsanlega ef að menn taka dálítið saman höndum. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir Bláa herinn? Já, ég get nú bara stoltur sagt frá því að núna renna allar ár til Bláa hersins. Hérna áður fyrr þá þurfti ég alltaf að skríða á hnjánum og eftir fólki til þess að biðja þau að hjálpa mér. En núna þessi vakning kannski að skila sér þannig að núna fólk farið að hafa samband meira við mig og vilja taka þátt í þessu hreinsunastarfi mínu og jafnvel þá að reyna að útvíkka þetta dálítið og fara að reyna að minnka það að þetta rusl falli til. Það gríðarlega mikill ávinningur ef við getum fara að minnka rusli sem fær að vera í umferð. Guðmundur Haukur Þórðarsson var vel þekktur sendibílstjóri hér í marga áratugi. Hann synti líka sönggyðjunni mjög vel. Hann 85 ára þessar mundir og var að gefa út sinn fyrsta geisladisk. Við fórum á létta tónleika með kappanum. Ég lít í andalina tíð, en leynt í hjarta geymi, svo ljóa minning létt og hljó. Hún læðist til mín dag og nótt. Hvað kemur til að maður á úrlingsaldri eða þannig fyrir að gefa út geisladisk? Já, mann langaði alltaf í meiri upptökur, en það var nú ekki mikið að ræða, svona hérna áður fyrr. En svona þetta safnað saman svona bara, sonur minn á Þórður, hann gerði nú aðalega í þessu. Og Steinar náttúrulega líka, þeir eru nú líka á diskinum með að heyrast raddirnar hjá þeim. Hvaða lög þetta sem út með á diskinum? Svona það helst? Það mörg svona gegnum tíðina svona, eins og La Dansa og hitt og þetta. Þetta nú bara 50 ár með Kallakórnum, Keflavík og öðrum kórum, það Hafnarfirði og þetta á diskinum. Hvernig var að finna lögin? Það var í útvarpinu dálítið. Það var töluvert í útvarpinu og svona hist og her, má segja. Þú ert 85 ára, manstu hvernig þú söngst fyrst? Já, fyrst held ég að ég hafi sungið í barnaskólanum 12 ára. Einsöng hjá Valtýr Guðjónsssyni. Það held ég hafi verið fyrsta. Svo söng ég dálítið í Reykholti þegar ég var þar. Og það byrjaði maður á dægurlögunum, Sí Baba og því dóti, sko. Og svo byrjaði maður aðeins svona í Ungó með hljómsveitum og það var ekkert úr því sem betur fyrr. Og svo náttúrulega fór maður að kennarana, Maríu Markan, Stefán Íslandi og mest hjá Demens. Hann var alveg frábær söngkennari, sko. Þú lærið svolítið hjá þessum aðalum? Ég var aðalega hjá þeim, sko, öllum. Og sérstaklega Demens, segi ég. Allt fram að 70 aldurinn, þá var hann með mig í tímum. Og ég þakka það voða mikið núna, sko. En það var nú svona, maður stundaði nú erfiða vinnu. Að fylla bílinn á morgni og inn í Reykjavík og fylla hann þar og allt svona. Og stundum þegar maður var að syngja við jarðarfari, sko, þá var maður að hringja og biðja frúna að láta renna í baðið, svo maður geti sungið þar. Og maður söng mikið í kirkjónu líka, sko.
Já, þannig að þú varst að syngja mikið með þínu aðalstarfi sem sendibílstjóri. Það var aldrei komið til greina að þetta yrði aðalstarfi? Nei, ekki á þessum tíma, sko. Maður tók lítið fyrir þetta og sá ekkert, sko. Þetta var ekkert tísku þá að taka mikið fyrir, en nú er þetta rándýrt að fá þetta fólk. Hvað liggur þitt áhuga sviði í söngnum? Það er nú sérstaklega svona, ég myndi segja svona léttar og arjur, óperettur, mjög góð og skemmtilegar og við höfum alltaf, og þegar ég var í Kallakórnum, sko, þá tókum við dálítið óperettulög, sko, og þá og við kvartettinu líka, sko. Svo er hann líka þarna á diskinum, sko, Keflavík kvartettinn, aftast, og það var mjög gaman þann tíma, það var ekki því miður, ekki lengur en 10 ár, sko, en það var farið víða. Og þú hefur sungið bæði svona einsöng og svo náttúrulega mjög mikið, eða hvað, mest kannski með Kallakórnum, núna í seinni tíð? Já, ekki núna seinni tíð má segja, en það á tímabili, sko. Ég var nú formaður í 19 ár og þetta var manns heimili annað heimili, sko. Og þetta var dásamlegur félagsskapur. Ég þekki það ekki í dag. Þannig að ertu hættur að syngja með Kallakórnum eða? Ég er hættur, já, það er aldrei síðan. Já. Það tekur allt enda. Og hvað, ætlar að koma fram eitthvað sérstaklega út af diskinum? Ætlar að tróða upp eitthvað með þessu? Það stendur nú ekki til. Er heilsan góð til að syngja? Já, ég ágætast heilsu, sko. Já, maður þakkar fyrir það. Og þú varst hérna innan úlingana eða þannig, hérna eldri borgarana á Nesvöllum, það er gaman að syngja fyrir þá. Þetta er svona, getur við sagt, þitt fólk? Það var mjög gaman að því, sko. Þetta var alveg meiri háttar, sko. Hengja og skjóta alla helvítis þrjóta, hrækin og skýin að sendvandi jörð. Farði heitasta her, skaki hörmunga jél, og nöttin af brautin og háen ber. Leið og við þökkum fyrir áhorfið minnum við á aðra vinsæla miðla Víkurfrétta, vikuleg fréttabla, Víkurfréttavefinn, vaff.is og fyrir golfarana, kylfingur.is. Þá er hægt að sjá eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta á YouTube-brásinni undir sjónvarp Víkurfrétta. Við endum þáttinn á tónleikunum Sveitapiltsins Draumur, en það voru tónleikar til heiðurs Rúnari Júlíussyni sem hefði orðið 70 ára núna 13. apríl. Þetta fjör var í Stapanum og þar vorum við. Við þökkum fyrir okkur, verið sæl. Til að fagna afmælinu hans pappa. Hann hefði orðið 70 ára á mánudaginn, 13. apríl. Það er alveg glataðis. Mánudagskvöld er alveg glatað kvöld til að halda gott partí. Þannig að við tókum smá forskot á sælunu og það verður partí hérna í kvöld. Ég ætla að lofa ykkur því.
sem þú fer og hvar sem ég þarf fólk eins og þig fyrir fólk eins og mig. Vertu velkominn á Rocksafn Íslands. Þar getur þú prófa að hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum. Ég vil að þú